Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Í þessi þetta mótorhaus ætlum við að kíkja á kvartmýlukeppni sem fara frá 27. júlí hjá Kvartmýluklúbbnum. Í þessu þætti ætlum við að kíkja á þriðju umferðin í Kvartmýlu sem framfór á Kvartmýlubrautinni Hafnarfirði 27. júlí. Keppninni var flýtt sólarhring þar sem spáar bongo og blíðu á föstudagskvöldinu og var kjörið að spyrna fram í sólsetur. Þátttakan var góð og mikil stemming í hópnum. Við tókum stöðuna á nokkrum velvöldum keppendum. Já, nú erum við komin hérna suður til Hafnarfjarðar á Kvartmýlu. Strákar, þið eru feðgar eða ekki í sportinu á fullum sving? Jú, við erum hérna í Kvartmýlunni, feðgarnir. Ef þú segir mér aðeins frá Kvartmýlu yfir höfuð, hvert stefnir Kvartmýla þetta? Ég er bara vonað að sé að stefna upp á þið, sko. En þetta er bara eins og með allt mótorsport, það gengur smá upp og niður, bara milli ára og svo fer þetta bara til svolítið veðri og vindum. Það er nú búið að vera vont veður í sumar, þannig að þetta hefur verið svolítið þungt framan af. Nú erum við komnir hérna í góðu veðri og brautin geggjuð. Hvað gerist í dag? Ég held að allir komið til með bara skemmtilegan dag hérna og njóta þess að vera hérna í ótrúlega góðu veðri sem er fyrsta skipti í sumar sem við fáum gott veður. Þannig að ég held að við eigum bara hérna skemmtilega stund fram á kvöld. Hvernig hérna, nú ertu komin á nýjan bíl, eða ekki rétt? Jú, þetta er nýr dragster. Af hverju hefur maður nýjan dragster? Þegar maður er kannski búin að eiga hinn mjög lengi og kannski langar bara að skipta upp. Aðal ástæðan er svo að sá eldri sem ég var með, maður þurfti að vera að taka það mikið út úr honum alltaf. Og þá er svo mikið bílanavesen og maður hefur bara ekki tíma fyrir bílanavesen, þannig að þessi er hugsað frekar til þess að vera með borð fyrir báru. Maður þurfi ekki að vera að taka þess mikið út úr honum eins og hægt er, bara til þess að geta notið þess að koma hérna og hafa gaman. Ef þú segir mér aðeins bílinn, hvað er í honum? Hvernig bíll er þetta bara? Ég veit ekkert. Þetta er 237 tómmu dragster sem er sem sagt smíðaður fyrir 6 sekúndum sléttar og yfir 200 mílur. Þannig að hann er certified fyrir það í Ameríku og með búna fyrir það. Og í honum er 598 kubika mótor sem er 1100 hestafl fyrir utan nýtró og hann er smíðað fyrir mikið nýtró og hann getur farið allt upp til 2000 hestafl. Og svo er stór skipting í honum og tölvustýrt mælaborð, þannig að við getum lesið hvað er að gerast eftir hverja ferð og sjáum allt hvað er í gangi. En við erum bara að keyra hérna í róleitum, við erum ekkert byrjað að keyra með neitt nýtró, við erum bara svona átt okkur á bílnum og hann, já, svo er hann með svona forlink fjörun aftan sem er svolítið mikið munur frá gamla dragstinu sem ég hef með. Þannig að þú finnur ekki fyrir neinu meðan að þeir sem er ekki forlink, þeir eru svolítið hoppandi. Okay. Þannig að þeir eru út að bremsa í endan, þá er ekki varfið neitt. Þú getur lent í, ef maður lentir stundum í gamla að hoppa eða bremsaður og harkalega. Þannig að þetta er eins og að keyra limósínu við hliðina á gamla. Já. En nú tók ég einn að keyra hann, við erum með strákíðin þetta líka. Ert þú búin að fá að keyra eitthvað, segirðu? Já, ég er aðeins búin að fá að taka í. Svo er kallinn að fara erlendis í næstu keppni og þá fæ ég lyklana. Já, það? Þá fæ ég að vera crew chief og driver. Það er svoleiðis. Annars er ég svona að leika mig bara eftir keppni. Ég var nú einu sinni í Kvartmýlu, heiti ég gamla það. Nú. Ég var tvöfaldur Íslandsmeistari á gamla bílum. Ok. Og með Íslandsmet og hraðamet og þannig að það er svona verið að reyna að endurvekja gömlu hetjuna. Já, það er rétt. Hvernig finnst þið þessi miðað í gamla bílinn? Þetta er rosalega munur. Bara mjög ljúft að keyra þennan bíl og manni líður vel í honum. Þægilegt að vera alveg pikkfastur í honum og stíga á gjöfuna. Það er ekkert betri í heimi. Hvernig fannst þér að fara fyrsta túrin í þessu þegar pabbiðin sagði bara stíga þannig bótt og hérna svo var allt vitlaust? Hvernig er þetta eiginlega? Þetta er svolítið öðruvísi eins og síðast þá ætlaði ég að fara 2 ferðir, eina rosa rólega og eina á fullri ferð. Svo þegar ég var komin upp á línu þá var ég einhvern veginn bara til í að fara bara eiginlega fulla ferð. Já, ég var búinn að vera mjög stressaður og svona en svo bara þegar maður er komin í sætið þá bara breytist eitthvað. Og eru hausinn eftir heima bara? Já, það er bara þannig maður er bara utan þjónustusvæðis. Hvaða tíma eru þið búin að vera að fara á honum núna? Eru þið sáttir?
Já, við erum að eiga hans við hann var svolítið lín hjá okkur, vantaði smá meira bensín. Við erum búin að keyra í 4.8 nýtrolausir, 143 mílu, við hefum viljað sjá aðeins betri tíma, við erum að vonast þess að fara aðeins hraðar í dag kannski, en við erum ekki byrjaðir að setja neitt nýtró á hann, það verður auðvelt að fara miklu hraðar með nýtrónu. Mér hlakkar mikið til að sjá okkur keyra hennan bíl í dag og hvernig það mun ganga og við tókum stöðuna á okkur aftur eftir þegar þið eru búin að fara nokkra ferðir og sjá þetta eins. Já, ég er bara að vona að allir skemmti sér í kvöld og takk fyrir það kærlega. Við erum bara að ná honum Davíð hérna en hann ekkur á Pontiac Transam bifreið með einhverja smá rellu eða ekki? Nei, þetta nú bara svona létt. Það? Hvað er að frétta þetta sér? Þetta er LS3 strókar. Þannig að með smá nítrói svona við og við. Okay. Svo þessi nítro. Nítro? Já. Það verður svona aðeins agurískur, að tala við ykkur. Þú hefur keppt í kvartmíl áður eða ekki? Jú, einu svona þessar. Eins og þessar? Já. Með einhverjum árangri? Nei, bara svona, þetta er bara áhugamálið þannig, skilur við. Það eru staðið í þessi einhver ár. Ertu búin að breyta þessum bíl mikið? Já, ætla maður geti ekki átt glænýjan reynsói bara á kassanum. Já, Nú var keppni hérna daginn eitt sjáðan og mér skilst að þú hefði farið góðan tíma þá eða ekki? Jú, þá fórum við 10.1 á 137 og bara, þú veist, við reynum að bæta það aðeins líka. Er ekki alltaf svolítið með svona challenge að komast niður fyrir 10? Jú, það er múrin mikli. En þessi TS-flokkur sem við erum í núna, það er 999 limit, sko. Þannig að við erum raunin, þetta er bara svona, þetta er lítið skot, það er bara svona andvari inn á hann. Okay. Það síðan setjum við stærra skot á hann einhvern tímann, setna. En þú ætlar ekki að sprengja 10 sekúndur múrin í dag, eða? Ég veit, vonandi ekki, þá tapa ég. Ná En þetta ekki pínu gaman að sjá hvað hann gerir? Jú, það væri gaman að koma honum í það eins og hann er settur upp núna. Þannig að þó við töpum ferðinni, þá verðum við samt ánægðir. Já, það ekki. Hvað heldur að sem eru kastur upp, cirka? Það þú veist, vorum búin að fara með hann á Dynabackin. Hann var að skilja einhverjum 586 út í hjól bara á mótor. Já. Þannig síðan er þetta bara leikur að tölum með gasið. Já, Davíð svaraði aðeins á verðinu, en hvað finnur þetta? Hendi þarlega. Jæja, þér eru með Grím Helgusson, aðal mótorhjólakallinn hérna á kvartmílubrautinni í Hafnarfirði. Hvað segirðu Grímur, hvernig er að vera mótorhjólakall í kvartmíludeildinni? Það er gaman. Spurning hversu gáfulegt er gamall maður eins og ég. Verða 100 ára. Er það 100? Skjögrandum, þetta er betri en göngugrind, þannig að... Er þetta sem með svona mikið nýtró? Já, ég er alltaf að gera grína, mér er svo feitur. Ég er að fara í megrun. Mér finnst miklu betur að skrúa bara meira á nýkraðun. Já, ekki? Það virkar miklu betur. Ert þú búin að vera lengi í þessu sporti? Nei, ég ger þetta óvart. Mjög góð vinur minn, Gummi Púki, er margfaldur meistari og við besti keyrari sem við höfum átt. Já. Og það hitti bara þannig á að við erum vinir og ég átti gott hjól, BMF 2013 Norge, S1000 og við ákvaðum að eyða sumrinu saman í það að keyra keppastur og ég myndi svona sjá í kring. Gamli maðurinn að græja, Gummi að keyra. Og gekk vel og vann allt sem hann keppti í og svo bara meiðist Guðmundur illa, missir alla puttana á hendinni, dettur út í heilt ár og við sátum upp með hjól og allt tilbúið og þá feiti gamli Tryggur skreið bara á bak. Nein. Ég fór þessa braut hérna fyrst á 13 sekúndum. Já, ok. Núna fyrir 8.51. Já, það er svolítið stökk. Ég tók mörg ár og fullt af peningum og alls konar rugli og endalausu villis og eins og allir vita sem er í sporti, þetta er tóm steppa, en þetta er góðu vírus. Já, það ekki? Já. Er þetta ekki algjört, er þetta ekki svona gullna leiðin í það að fá sem mest adrenalín út úr sportið, er það ekki þetta? Jó, það er rosalega sérstök tilfinning að sitja á mótorhjóli á 170 mílum hérna á þessum 400 metrum og
upplifa allt sem þú ert að gera og menn halda að þetta sé svona að fara hérna 400 metra. Það er bara konstant vinna allan tíman. Já, var það ekki? Þetta er prjónandi og það er að gíra og gera og græja og svo var að stoppa, svo þú farir ekki til Sandgerðis. Það er líka vesen. Þannig að, jú, þetta er bara mjög gaman, sko. Svo hérna, ef þú missir trakkingstað, þá er allt í norðið þversum og mótúrulega er það nú kannski ekki heppilegast? Nei, það er svona frekar spólar þá að einhver stærða við að gíra, þá dettur þú niður og hættir þessu ölsu. Það er svona ýmistrykk í bókinni. Þetta versus bílar, heldur þú myndir reynt sem fara í bílana? Næsta skref er svona dragster. Já. Já. Þú veist, þegar maður hættir að ráða því göngurundir og teimur, þá fær maður sér 4. Já. Það er svoleiðis. Þetta farið bara beint og situr bara heim og stýrir og hugulega heitt. Ekkert vesen. Þannig að það er kannski ekkert útilokað að færið það eitt, sjá? Það er næsta verk. Það er svolítið. Já, ég ætla bara að reyna að ná tímanum svolítið vel niður núna, svo ungu guttarnir þurfa að hafa fyrir sig að tegja sig í gamla mannin. Já. Ertu bestur? Nei, en ég er fljótastur. Þú er fljótastur? Já, það er málið. Það er ekki bestur. Við erum allir að rembast við að fara hratt. Fyrir misrætt og stundum gengur vel. Ein ferð af 100 sem er góð, hún skilar oft frábærum degi. Það er bara þannig. Það er kikkið. Reynum allir, verum vinir. Gangið þér vel í það og hérna... Við tökum ekki þátt í þrasi og þrættum, hér er allir vinir. Þetta er enda alveg ekki. Gangið vel. Takk fyrir. Eftir harða baráttu í OF-flokki endaði í fyrsta seti Ingólfur Arnarsson, í öðru seti Friðrik Danielsson og í þriðja seti Leifur Rósenbergsson. Í TS-flokki endaði í fyrsta seti Kristján Finnbjörnsson, í öðru seti Harry Herlofsen og í þriðja seti Davíð Þór Sævarsson. Í ST-flokki var í fyrsta seti Sigurður Ólafsson, í öðru seti Hafsteinn Valgarðsson, í þriðja seti Ólafur Unni Karlsson og í fjórða seti Hilmar Gunnarsson. Í SS-flokki var í fyrsta seti Símon Víum og í öðru seti Heiðar Arnberg Jónsson. Í breyttum mótorhjólaflokki var í fyrsta seti Grímur Helgusson, í öðru seti Ragnar Á Einarsson og í þriðja seti Hilmar Þór Bess Magnússon. Í götuhjólum G+ var í fyrsta seti Ragnar Á Einarsson, í öðru seti Ingi Óþekktar Ormur Sigursson og í þriðja seti Hilmar Þór Magnússon. Í götuhjólum G- er í fyrsta seti Halldóra Sigurðardóttir, í öðru seti Sigmar H. Lárusson og í þriðja seti Baldur Ingi Ólafsson. Herri, hvað sér? Hvernig gekk þetta hjá þér í dag? Ég tapaði. Þú tapaðir? Já. Var það á 2 og fórst á rætt? Já. Það er gaman að geta sagt það. Já. Er þetta fyrst skipt sem þú færði undir 10 eða? Já. Múrin mikli. Og hvernig var þetta? Það var æðislegt bara. Það ekki? Já. Ég sá það náðu 60 vötunum að ég var að fara undir sko en mér dætti ekki til hugar að slá af. Nei. Skýt saman með einhver stig. Já, ekki. Hvernig er framhaldið það? Ætlar að vera meira með og grilla þetta bara? Jú. Það er ekkert annað í búið. Jæja, Ingvar, þú sigraðir í dag, til hamingju með það. Já, það gaf verið ekki alveg. Gekk allt upp. Já, við erum sem bara að læra á bílinn og við erum að fara yfir stillingarnar og skoða blönduna. Þannig að bílinn var svona bara svipar hún hefur verið. Það þarf að fá meira bensín. Já. Við sjáum það þegar við erum að skoða þetta. Þannig að við viljum fara hraðar, við erum sem ennþá bara bensín, við erum ekkert byrjað að setja neitt nýtró. Nei. En við erum ekkert ósáttur við þetta. Nei. Nú var svona plata á bílum sem stóð einhver tala og hvað er það? Það er allir bílar í OF-flokknum með index sem er reiknaður út frá þyngd bílana og sem sagt vélastærð. Og þá fá þeir ákveðin tíma sem þeir eiga að geta farið á sem sagt, og forskotið er reiknað út frá þessum tíma. Já. Hjá mér er það 4:46. Ég var að keyra 4:86, alltaf ekki 40 frá. Já. Sem er fínt með engu nýtrói. Já. Með nýtróið þá flýgum maður alveg miklu neðar. Já, ekki? Jú. Og hvað gerist þegar þú ferð undir hennar tíma? Ég má fara helling undir hann sko. Ég man ekki hvað mátt fara 30 brot undir hann áður en að breytist. Já. En ef þú ferð eitthvað ákveð undir þá lækkar kennitíminn. Já. Eftir sem þú fer oftar undir.
Hvað planið hjá núna í framhaldinu? Bara læra betur á hann og fara svo að gasa? Já, við ætlum bara að reyna að sjá hvað við náum útrónum nýtra og lausum. Já. Þá viljum við allavega fá blönduna rétta yfir sviðið og sjá hvað hann kemst rætt og svo þegar það er búið þá fyrir við að gasa. Brautaskilirinn í dag, var þetta góð keppni og góð braut, eða brautin góð? Já, brautin er mjög góð núna sko, mjög gott grip í brautinni sko. Þannig að þetta var skemmtilegt og fallegt kvöld, það er ekki nokkuð spurning sko. Aðeins að svæðinu hérna hjá okkur, nú er búið að gera gríðarlega mikið hérna á svæðinu. Ferðu aðeins í það, hérna, hvað er búið að vera að gera hérna? Við erum alltaf búin að laga kvartmýluna sem við gerum fyrir þá nokkuð síðan og svo erum við búin að lengja hringastusbrautina í 2,5 km og laga mjög mikið svæði, öryggissvæðin í kring. Svo erum við búin að gera sandsprautumbrautina líka sem er svona næstu tilbúin. Það er alveg nótæf, það er svona smáið sem það ættir að gera þar í viðbútt og svo smáið sem þetta er að gera meiri frágang í kringum öryggissvæði líka. Svo erum við að smíða þetta stóra torfæruhóla líka. Þannig að í framtíðinni verður þetta akstursíþróttasvæði fyrir allt motorsport. Ég held að það sé miklu verðmætara heldur menn átt að sjá í dag, þess að í framtíðinni verður miklu erfiðara að fá að fara bara nokkurt út fyrir veg eða nema á lokuðum svæðum og við erum með þetta svæði hérna bara í hjarta borgarinnar. Já, Grímur, þetta var góður dagur í dag, ekki? Jó, alltaf gaman, veðri gott og gaman og skemmtilegt fólk og leiðilegt að skýta í sig hérna eftir 200 metrana. En starti gott. Hverju rakkaður inn í dag, segir þú? Þú varst að vinna það ekki? Jú, fyrst sæti í B og besti tíminn er í Action sem er bara fínt sko, 5:02 alveg þolanlegt. Já, ef þú útskýrir aðeins fyrir mér, hvernig virkar það? Hversu snöggur ertu þegar þú fyrir svona tíma? Þetta er svona spurning að fara á rauðu. Þú kemst ekkert nær þessu, það er tilviljun að finna nær. Ef þú reynir að fara nær þá ferðu á rautt. Þetta er bara mannsýlin. Þetta er algjört lottó að vinna 5:02, þú veist. Þú gerir það ekkert bara ganniðinu tvisvar í röðu, þetta er algjört tilviljun. Ég er ekki svona góður. Nei, það er bara valur. Nei, þú veist, ég ákvað bara, ég átti eina rönn eftir, ég átti second chance eftir. Ég ætla að láta vaða núna, ég næði kannski. Nú, ég tek bara örugga ferð á eftir. Alltaf gaman að taka áskorun. Hérna í þínu liði voru nokkrir aðrir sem að voru að vinna það ekki? Jú, Raggi, hann vann fyrsta sæti í G+ og keyrði með mér í B-flokknum og vann annað sæti þar. Hann er frábæri auðkomaður og alla byggara skili sem hann vinnur, mjög finkur. Og Hilmar er 3. sæti í báðum. Þannig að mín menn stóð sér vel, þó að vantaði helmingin í liðinu. Hvernig er eiginlega byggarahillan hjá okkur? Við erum eiginlega bara með kjallara. Á miðvikudagskvöldum hittast fornbílaunnendur við menningarhúsi Hof og Akureyri í þeim tilgangi að sýna sig og sjá aðra, vegfarendum og öðrum til mikillar ánægju. Þetta framtak hjá fornbíladeild bílaklúbbsins hefur vakið mikla kátínu hjá bæjarbúum þar sem drossíurnar eru ekki að verri endanum. Hér eru komnir á fornbílarúnd eða hvað? Hvað er að gerast þetta eiginlega? Þetta er bara svona fornbílahittingur sem við erum alltaf hérna á miðvikudagskvöldum. Komum hérna og spjöllum við hvern annan og sýnum okkur. Ok, og mamma nokkuð tróða sér með í það eitthvað? Já, og svo við erum að fara á rúnd til núna, heppinn, eftir maður. Nei. Get þessi bara? Við förum á rúnd til. Jæja. Já, fyrir gang. Það fyrir í gang, greið. Jæja, þá erum við að leggja í hann. Já, hérna. Förum smá hring um bæinn og sýnum okkur. Hvað, hvernig byrjaði þessi hefð, þú veist, af hverju rúndið og hvað er að gerast? Kringu
komið 2000 þá breyttum við bílaklúbbum Akureyrar í deildir. Það var deildarskiptur og það var búið til að það forbíladeild og svo upp úr 2003 þá var byrjaði að hittast á miðvikudagskvöldum og svo var þetta bara svona þróa síðan og yfir sumari þá hittust við alltaf núna við Hof á miðvikudagskvöldu kl. 8. Það sé ef það er ekki rigning. Okay. Það er svo sjaldan rigning hérna Akureyri svo það sleppur til. Er það eina sem getur komið í veg fyrir að það er úti, það er að það sé rigning? Já, menn vilja helst ekkert fara mikið út þegar er rigning. Nei. Er þetta allt svona bóndtíkur þessi bílar? Já, ansi mikið sko. Það er ekki að þeir þola ekki bleitu sko, en málið er það að þessi bílar blotna annað þá ertu býsna lengi að þrífa þetta sko. Já. Þetta er ekki eins og heimilisbílinn, þú ert kortur að þrífa þessa bíla ertu sko, já, cirka 4-5 klukkutíma að þrífa þá sko. En svo þetta bara þróast upp við það að við hittumst á hverju miðvikudagskvöldi og allt árið. Og við þá förum við í skúraheimsóknir og svona hittust upp í félagsheimilið og drakkum kaffi og horfum einhverjar myndir og ljúgum við einhvern annan. Já. Og það er forbíladeildin? Já, það er bara forbíladeildin sko. Magna. Þannig þeir eru frekar virkir? Já, svona meðaltalið er 48 fundir á ári. 48 fundir? Já. Jesus, það er 54 mögulegum, 52? Já, það er cirka bátþegin. Við hittumst ekki páskan og ekki á jólunum. Já, ok. Það er ekki slæmt. Þetta er bara ótrúlega skemmtileg félagskapur. Má þið aldrei leið á hvort öðrum í þessu? Nei. Ekki? Við getum alltaf logið hvern annan, það er alveg. Heldur þetta ekki líka bara á hópnum gangandi og peppuð? Jú, mjög mikið og svo líka farið í þessar skúraheimsóknir annað og maður búinn að kynnast alveg ótrúlega mikið af fólki. Þetta er bara hver annar félagskapur. Það er bara gaman að hitta fólk. Eru þetta allt bílar sem eru ægilega kraftmiklir eða? Nei. Ekkert með bíla í dag. Þetta var náttúrulega öflugt á sínum tíma. Já. Nei, þessi bíla í dag, þetta er skítmáttlust. Þetta er skítmáttlust? Já. Þetta er kannski ekki svona kraftmikið ennþá í þessari umgjörð, þú veist. Hefur þetta aksturseiginleika á því nýja bíla eða? Nei. Nei? Þetta hefur aksturseiginleika með við tréhestskilni. Þetta er stjórnlust. Það er svoleiðis. Bremsulust og geðveikt gaman að keyra þetta. Það veit aldrei hvort maður kemst heim eða ekki. Nei, ekki? Núna vorum við hérna niður á Hofi, þar sem þið hittust allir. Já. Er þetta ekki að vekja athygli sérstaklega með útlendinga? Jú, við fórum í samstarf við Akureyrastofu núna á þessu ári. Við vorum alltaf að hittast bara í miðbænum og svo var þetta svo lítið pláss og annað og svo höfðu við samband við okkur Akureyrarstofan og bauð okkur það að vera við Hof. Svona að reyna að lífga hans upp á bæjarfélagið hérna. Og þetta með útlendingana, þú veist, nú sá ég til dæmis áðan að það var slatti útlendingum að þetta tíðkist ekki úti að gera þetta svona eins og Þetta sé ekkert svona grúppur í bæjarfélögum? Jó, maður sér þetta nú býst nælítið sko. Ég er búinn að fara á nokkra svona hittinga úti. En ég held bara að fólk svo hissa að sjá þessa bíla hérna einhvers staðar lengst eftir Ballarhafi sko, og einhverju pínulítur eyju. Já, og líka alla þessa geðinga. Já, og mikið af mjög góðum bílum hérna í Íslandi. Já, ótrúlega góð, mikið af mjög góðum bílum hérna. Já.
Með þessu myndu þökkum Jóni Rúnari Rafnssyni og félögum Ford-bíladeildarinnar kærlega fyrir rúntinn. For my soul.